Svo sem var í upphafi, er enn og verða
Þýr sé Guði í upphæðum. Og friður á jörðu og velþóknun yfir Drottinn sé með yður. og með þínum anda. Vér viljum biðja. Guð, þú sem hefur lýst upp þessa heilugu nótt með ljóma hins sanna ljós, vér biðjum þig. Gefa vér sem skynjað höfum og jörðu leyndardóm þessa ljós, megum og himnum njóta fagnaðar þess. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Ég les úr Jesaja-bókinni sem kennd við spámanninn Jesaja sem starfaði í Jerúsalem á síðari hluta 8. aldar fyrir Kristburð. Í 9. kafla friðarhöfðingjan. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðinn, gerir gleðina mikla, menn gleðjast fyrir augliti þínu eins og þeirra uppskjör fagnað, eins og menn fagna þeirra herfangi skipt. Því að ok þeirra, klafan á herðum þeirra, barefli þess sem kúar þá, hefur þú brotið í sundur eins og á degi Mídjans. Öll harkmikil hermanna stígvél og allar blóðstoknar skikkjur skulu brendar og verða eldsmatur. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Hann skal nefndur undraráðgjafi, Guðhetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásæti Davíðs og í ríkja hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Ég les úr bréfi Páls til Títusar. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum girdum og lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Í eftirvæntingu okkar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari vor, Jesú Kristur, opinberist í dýrð sinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglæti
og hreinsaði sjálfum sér til handa eignarlíf, kostgæfin til góðra verka. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guðspjallið skrifar, Guðspjallamaðurinn Lúkas. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreneus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu, til borgar Davíð sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur,
sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafi þetta til marks, þér munuð finna ungbarn, reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mannunum. Þannig hljóða Guðspjallsins heilugu orð. Náð sé með yður og friður
Frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Heilug hátíð er komin til okkar og við sem hér erum saman komið höfum valið að standa upp, hafa okkur til og stíga út í náttmyrkrið, já, út í ramm íslenskan í vetur til þess að eiga samfélag í kirkju. Og það er fátt sem jafnast á við það að upplifa kvöldkyrrð hér í kirkjunni eftir góða stund með sínum nánustu þar sem við höfum gert vel við okkur í mat og drykk og skipst á gjöfum, að fara svo út og hingað inn og finna það samfélag, vináttu og friðar sem ríkir hér að þessu kvöldi og raunar ávallt. Að syngja saman þessa dásamlegu sálma sem tímanum tengjast, heyra jólaguðspjalli lesið og einfaldlega upplifa anda hátíðleika og friðar í þeim gríðarstóra hópi sem hér er saman kominn og samhuga á þessari stundu. Já, og hið sama má segja að gildi nánast allar kirkjur landsins. Oft hefur það verið haft á orði að aldrei sé atferli jafn margra, jafn áþekkt en einmitt á aðfangadag hér á landi. Hér fyrr á árum var víst nánast árvist að rafmagn sló út þegar kveikt var á ofnum og eldavélum á sama tíma í nánast öllum eldhúsum landsins. En eitt af því sem skapar þjóð er einmitt það að eiga sameiginlega siði og hefðir, já, eins konar sameiginlega gagnagrunn sem svo til flest þekkja og ástunda með einhverjum hætti. Og jólin eru svo sannarlega slíkur siður. En það er líka áhugavert að jafnvel þótt við séum svona mörg og samstíga á þessu kvöldi, þá hugsa ég að nánast hver einasta fjölskylda eigi sitt eigið tilbrigði við þetta meginstef. Öll höfum við okkar sérstaka stíl og okkar sérviskur og venjur og hverju heimili og þannig einmitt eðlilegt og fallegt líf sem mótast í frelsi með skapandi huga. En við lifum að sjálfsögðu öll í eins konar ramma sem setur skorður og einn og annan hátt og þar koma auðvitað ýmsir þættir til mála eins og veðurfar og náttúra og að sjálfsögðu lög og reglur sem segja hvað ekki má og hvað má. Rétt eins og með sérkenni okkar í siðum og venjum þá reikna ég með að við eigum í huga okkar hvert og eitt eins konar sýn á sögusvið Guðspjallsins, þessa helgimynd sem textinn dregur upp af ungu pari í hrörlegu gripahúsi og hið nýfædda barn liggur í jötunni sem ætluð er til að gefa skepnunum hey að éta. Og að hirðarnir mæta á staðinn og segja frá þessari undursamlegu sýn þegar himnarnir opnuðust og hersveit engla færði þeim þessa fregn og söngum dýrð Guðs í upphæðum og frið á jörðu. Og síðar birtast vitringarnir sem höfðu séð teikn á himni og lagt í langa för með öll sín fræði og visku. Þeir bjuggust við öðru, en samt var þeim ljóst að þetta var það sem þeim var ætlað að sjá. Í þessu litla húsi hafa líklega verið einhver önnur húsdýr og þannig má að vissan hátt sjá í þessu sviði sem við hugsum okkur eins konar endurlit frá aldingarðinum Eden, þar sem friður og öryggi ríkti með öllu því sem skapað er. Hér er því hinn nýji Adam að fæðast. Það eru skuggaskil eins og skáldið sagði og orti. Hér er nýtt upphaf. Það er einmitt þau miklu tíðindi sem okkur eru boðuð. Trúin færir okkur þessa fregn og hvetur til að skoða líf og viðhorf til lífsins og leggja mat á það. Meta og skoða hvað það er sem við vildum að væri öðruvísi, hvað það er sem við getum breytt og hvað það er sem við þurfum að sætta okkur við. Gagnstætt því sem margir gætu haldið, þá eru grunnstef trúarinnar hreyfing, virkni, sköpun, framrás, alls ekki kyrrstaða. Vissulega er haldið í hefðir og margt virðist á ytra borði fast í formi, en staðreyndin er samt sú að boðskapur Jesú Krists var ögrandi. Hann hvatti fólk til þess að setja spurningamerki við allt og meta hvort það væri til þess fallið að þjóna kærleikann. Og þá sjáum við tákn jólanna.
það sem þar í miðpunkti og allt hverfist En það einmitt barnið litla sem sefur vært eftir erfitt ferðalag úr hlýju móðurlífsins inn í kalda veröldina. En jafnvel þótt þar sé kalt kann fólki ráð til að viðhalda varma og hlýju. Móðirin heldur þessu litla barni eftir barm sín og gefur því næringu, gefur því ást sína og umhyggju, horfir í augu þess og þannig byrja samskiptin við aðra manneskju í þessum heimi. Og barnið finnur að það ekkert að óttast. En auðvitað það alls ekki rétt því alltaf eru ógnir og hættur hvers sem litið Við sjáum í fréttum endalausan vitnisburð það hversu lítils mannlífið metið, hve mörgum vinnist það léttvagt að fórna þúsundum til þess eins að svala metnaði sínum eða þorsta valda. En þetta auðvitað ekki nýtt, þannig hefur þetta ávallt verið, en samt heldur baráttan enn áfram og hún má aldrei stöðvast og það mikilvægasta baráttan fyrir friði og fegur lífsins. Já, með hugviti okkar og sköpunarþrá hefur mannkynið unnið stórkostleg afrek. Í okkar umhverfi til dæmis þar sem kuldinn banvænn og var og þá höfum við lært að útrýma honum úr híbýlum okkar og við höfum líka lært að verja okkur fyrir kuldanum utandyra með margsins frábærum klæðum og skjóli. En við vitum að kuldinn banvænn, hann lamar á endanum allt líf. Og þannig kuldinn góð líking sem nota má mannlífið og sálarlífið. Við tölum gjarnan á okkur hlýnu hjartarætur þegar eitthvað fallegt eða kærleiksríkt á sér stað. Og það auðvitað mjög góð samlíking. Í kuldanum stirðnar allt og festist, en þegar hlánar og hlýnar, þá mýkist allt verður liðugt og ljúft. En kuldinn í sálarlífinu, það ekki eins auðvelt að losna við hann, eða finna til þess einhver tæki eða aðferðir. Það samt eigi að síður skaðlegt að finna fyrir þeim kulda. Og í þessu samhengi held ég að fá fyrirbæri jafnist á við það að fá að halda litlu barni í fangi sér. Sjá það setja upp ósjálfrátt bros og heyra það hjala og baða út höndum. Í raun getur það enga björg sér veitt, það algjörlega upp á aðra komið, en kallar samt frelsa löngun eftir og þrá okkur eftir því að sýna því ást og umhyggju. Vernda það á allan mögulegan hátt. Já, það í þessu samhengi sem minn þversagnakennda fullyrðing ritningarinnar rætist að mátturinn opinberist í veikleika. Við heyrum oft það talað að við ráðum litlu og finnum kannski sjálf að við ráðum litlu það hvernig okkur líður. Hvernig skapi við í og hvernig okkur líkar við annað fólk. Einmitt þessi tími og athafnir okkar á þessum tíma afsanna á vissan hátt þessa fullyrðingu. Við gerum einmitt ótal margt sem ætlað að skapa stemningu, skapa jákvæð hughrif. Við spilum fallega tónlist og syngjum jafnvel. Við skreytum og fegrum og lýsum upp með skrautlegum ljósum. Við borðum mat sem ekki aðeins góður heldur öllu því fallegast að tjalda til og nota til borðhaldsins. Diskar, glös, hnífapör, dúkar og servéttur og þannig má endalaust telja. Já, allt þetta gert til að skapa réttu hughrifin og tilfinningarnar. Og tilfellið þetta skilar árangri, þetta skiptir máli. Og svo framalega sem við erum reiðubúin að opna huga og hjarta fyrir jákvæðum hughrifum, fyrir gleði og samkennd, þá koma jólin til okkar í hjartað. Já, þannig sjáum við rætast orð spámannsins sem við heyrðum hér áðan þjóðina sem gengur í myrkri. Hún sér mikið ljós og yfir þau sem búa í landi náttmyrkranna skín ljós. Já, þú eykur stórum fögnuðinn og gerir gleðina mikla. Þannig sjáum við orðin sem miklu skipta fyrir þjóðina okkar í heild og ekki síður mikilvæg í lífi okkar hvers og eins. Það birtir og hlýnar og þá fyrir að lifna og gróa og lífið í öllum sínum margbreytilegu myndum vex og dafnar. Dýr sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, enn og verða munum aldir alda. Amen. Meðtak postulega kveðju.
Ná drottins vors Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með oss öllum. Amen. Biðjum saman í Jesú nafni.
Drottinn Guð skapari ljós og lífs. Á helgri jólahátíð komum við fram fyrir þig, komum til þín með bænarefni okkar öll. Og við þökkum fyrir að mega lifa í landi þar sem friður ríkir, þar sem leitast við að veita stuðning og bregðast við áföll dynja yfir. Við þökkum fyrir að mega lifa í landi þar sem enn að finna náttúru sem mannsöndin hefur ekki lagt undir sig og mótaða eigin þörfum. Fyrir fegurð og kyrrð víðerna, fyrir grösuga dali og grundir, þökkum fyrir vatnið sem rennur og gefur líf og orku. Við biðjum Drottinn minn af hjarta fyrir friði í heiminum. Biðjum fyrir öllum þeim sem ofurseld eru grimmd og miskunnarleysi. Biðjum þess að samfélög þjóða finni leiðir til samstöðu og möguleika á að ganga á milli og bera klæði á vopnin. Við biðjum fyrir öllum þeim sem þjást, hvort heldur af sjúkdómum eða sorgum, gefa þeim sem mætt af virðingu og löngun til að hjálpa, lækna, styðja, reisa við og hvetja. Og við biðjum fyrir þeim sem nú hafa fengið umboð frá þjóðinni til að fara með mikilvæg mál fyrir okkar hönd, gef þeim anda réttsýni og samkenndar. Við biðjum fyrir vísindum og fræðum, allri einlægri viðleitni til að leysa þrautir og finna leiðir til lausna á þeim margháttuðu vandamálum sem steðja að í heimi okkar. Já, gef okkur skarpa huga og skapandi hendur þrá að verða að liði. Þessa biðjum við í Jesú nafni. En allar bænir felum við í þeirri bæn Drottinn Jesús kendi og segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsömum hann. Drottni sé vegsemd og þakkargjöf. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen, amen, amen.
Bjartur kom.
Gloria a ti.